Þá það næsti dagskrárliður sem myndi vera fjórði dagskrárliður, íþróttasvæði Þórs, kastsvæði, breytingar og deiliskipulagi. Ingibjörg Ólöf Ísaksen, bæjarfulltrúi, tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Hér að ræða 5. lið í fundargerð skipulagsráðs frá 16. ágúst síðastliðnum. Skipulagsráð samþykkt á fundi 15. febrúar 2017 að senda til umsagnar uppfærðan uppdrátt af deiluskipulagi íþróttasvæðis Þórs sem breyta á samhliða deiluskipulagi Melgerðisrás. Nýtt svæði fyrir kastíþróttir verður skilgreint. Tillagan dagsett 13. febrúar 2017 og unnin af Gísla Kristinssyni arkitekt. 3 umsagnir bárust. UFA, þar sem stjórn UFA sátt við drögin í núverandi mynd og gerir ekki athugasemd. Íþróttafélagið Þór. Íþróttafélagið mótfallið því að taka allt svæði norðan Skarðshlíðar undir íbúðabyggð. Í tillögunni ökuleið áfram inni en nokkur hæðamunur á núverandi hæð ökuleiðar og knattspyrnuvalla sunnan hennar. Nauðsynlegt fyrir íþróttafélagið sjá hvernig á að útfæra þetta. Möguleiki að leggja af þann hluta ökuleiðar sem á milli Merks knattspyrnuvallar og Bogans. Hugmyndin gengur aðeins upp ef samstarf Þórs og UFA náið og hnökralaust. Frístundaráð. Ekki gerð athugasemd en áhersla á að tillagan verði unnin í góðri samvinnu við stjórnir Þórs og UFA. Skipulagsráð leggur til við bæjarstjórn að tillagan verði auglýst samkvæmt 1. málsgrein 43. grein skipulagslaga nr. 123 frá árinu 2010. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Ingibjörg Ólöf Ísaksen hefur lokið máli sínu, orðið laust. Bæjarfulltrúi Preben Jón hefur beðið orðið. Forseti, bæjarfulltrúar. Jón Þorvaldur, áheyrnarfulltrúi Ægilistans, lagði fram bókun varðandi þetta mál. Og þröngt fyrir kastsvæðið á nýjum stað. Hætta á því að það nýtist illa sökum þess. Ennfremur útfærslan á svæðinu gölluð. Gera það ráð fyrir kasthringjum vestar á svæðinu, vestar, til að kastæfingu barna séu nær öðrum iðkendum á aðalvellinum. Einnig líklega ekki þörf á kúluvarpshring inn á svæðinu, þar sem 2 kúluvarpshringir eru með geira og inn á aðalvellinum sem eru ekki notað til annars. Ég hef enga sérþekkingu á kastmálum. Ég veit að hann hefur það mun betur en ég og mun þess vegna sitja hjá í þessari atkvæðagreiðslu. Bæjarfulltrúi Preben Jón hefur lokið máli sínu, orðið laust. Þessir fleiri hafa ekki hvatt sér hljóð, þá lesi ég upp tillögu skipulagsráðs. Skipulagsráð leggur til við bæjarstjórn að tillagan verði auglýst samkvæmt 1. grein 43. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Þessi getur samþykkt það eins og skefið merki. Það eru 10 sem eru á móti, en enginn einn situr hjá.